Sæl, Katrín heiti ég og ein af kennurum á námsbraut menntun framhaldsskólakennara og ætla að segja ykkur aðeins frá svona efni og inntaki námsins. Hvað snýst þetta nám? Aðalatriðið náttúrulega þeir sem ljúka námi af námsbrautinni fá réttindi til kennslu í sinni faggrein. En að auki þá náttúrulega kynnust við leið bara því sem framfer í framhaldsskólum á Íslandi og hvernig þeir starfa og virka og svona því sem efst á baugi hverju sinni. En þá oft spurt hverjir eru það sem að geta hafið nám á námsbrautinni og það eru annars vegar þeir sem hafa lokið BA eða BS-prófi í kennslugrein framhaldsskóla eða þeir sem lokið hafa sambærilegu meistaraprófi. Hafir þú lokið BA eða BS-prófi í kennslugrein á framhaldsskóla, í kennslugrein framhaldsskóla, þá getur þú skráð þig í MA eða MS-nám í kennslu viðkomandi greina. Námið þannig samsett að þú situr 1 ár í kennslufræði á menntavísindasviði eða sem svarar 60 einingum og svo 1 ár í þinni faggrein hjá viðkomandi fræðasviði sem að samanstendur þá af námskeiðum og meistararitgerð á þínu sviði. Ef að þú hins vegar kýst frekar að koma til okkar á menntavísindasvið og taka námið þar, þá eru 2 námsleiðir í boði, annars vegar MEd-próf eða MT-próf. Ef að þú ferð MEd-leiðina, þá erum við að tala 120 eininga nám á meistarastigi með 30 eininga lokaritgerð, en ef að þú skráir þig í MT-nám, þá eru það 120 eininga nám á meistarastigi við menntavísindasvið en án lokaritgerðar. Fyrir þau sem hafa nú þegar lokið meistaraprófi í kennslugrein framhaldsskóla hægt að skrá sig í viðbótardiplómu sem einsósnám í kennslufræði sem kennt á menntavísindasviði eða 60 einingar. En hvað það sem við lærum? Já, það náttúrulega það sem að kjarni málsins snýst og kjarnin einmitt sá sami fyrir allar þessar námsleiðir, alveg sama hvað fyrir valinu. Það eru 4 námskeið sem að við tökum, þá það þannig að hausti þá sitja nemar innganga kennslufræði, þeir sitja kennslufræði greina og kennslu á vettvangi. Á vorin sitja nemar svo námskrá og skólaþróun, kennslufræði greina 2 og kennslu á vettvangi 2. Öll þessi námskeið eru kennd á sama tíma yfir árið, það að segja alltaf á þriðjudagsmorgnum, á miðvikudögum eftir hádegi og fimmtudögum eftir hádegi. Kjarnafögin eru kennd í staðnámi og við gerum ráð fyrir viðveru nemenda í tíma. En að sjálfsögðu hægt að sækja fundina í fjarfundarbúnaði vegna búsetu, ef svo ber undir. Að auki þá eru valnámskeið á sviði uppeldis og kennslufræði sem nemur 20 einingum og þessi námskeið eru gjarnan kennd í fjarnámi og úr mörgu spennandi að velja. Kennslufyrirkomulagið þannig að við erum mest að læra saman í samvinnu hvert af öðru, bæði nemendur og kennarar. Þetta starfsnám og kennslan þess vegna mestu leyti verkleg. Nemendur prófa margvíslegar kennsluaðferðir í framkvæmd inn í stofu og læra í samræðu sem einmitt svo góð kennsluaðferð. Samvinna nemenda þannig svona rauði þráðurinn og það sem að nemendur kunna hvað best að meta í náminu okkar og þetta segja okkur fyrrum nemar þegar þeir koma til okkar aftur og meta hvernig til hefur tekist hjá okkur. Stór partur af náminu þannig vettvangsnám í framhaldsskóla. Menntavísindasvið í samstarfi við ákveðna heimaskóla og í þessum heimaskólum fá nemendur pláss
og þar fer þeirra starfsþjálfun fram á starfstímanum. Þeir nemar sem að koma til okkar eru þannig viðlaðandi skólastarfið út í framhaldsskólunum allan veturinn og þurfa að auki þá að gera ráð fyrir því að geta einmitt sinnt því vettvangsnámi. Að auki þá eru vikulegir fundir með verkefnastjórum út í heimaskólunum þar sem að kennaranemar kynnast starfsemi skólana. Að auki þá eru nemar í samstarfi við leiðsagnarkennara eigin kennslugrein og læra af honum bæði í áhorfi og með aðstoð og svo æfingakennslu. En áhorf, aðstoð og æfingakennsla áætluð 30 kennslustundir á hvorri önn og nú yfirleitt það sem stendur upp úr reynslu nemenda í náminu. Nýlega var gerð lagabreyting sem gerir það að verkum að 1 leyfisbréf nú veitt fyrir kennslu á öllum skólastigum. Þannig að það að gera að sækja til okkar þó svo að hugurinn kannski stefni á fleiri skólastig heldur en bara framhaldsskólan. Lög hvað sérhæfðu menntun þarf í kennslugreinum framhaldsskóla gilda þó og inntökuskilyrði í menntun framhaldsskólakennara miða við þessi lög. Engu að síður eru leyfisbréf kennara ekki bundin við faggrein, þannig að þetta virkilega opið og spennandi nám. Og hvers vegna ættu þið að vilja vera framhaldsskólakennarar? Jú, þetta náttúrulega einstakt tækifæri til þess að vinna með ungu fólki á hverjum einasta degi, sem náttúrulega einstakt í sjálfu sér. En að auki fá tækifæri til þess að opna, töfra heima, sinnar fræðigreinar fyrir unga fólkinu okkar. Að fá að vera í samvistum við nemendur á spennandi æviskeiði þar sem að allt getur gerst og það alltaf allt að gerast með þessum hópi ungmenna inn í kennslustofinni. Sem gerir það að verkum að engir 2 dagar í þessu starfi eru eins. Ef að þið hafið áhuga á þessu námi okkar, þá hvet ég ykkur til þess að kynna ykkur málið frekar á heimasíðu menntavísindasviðs, nú eða með því að hafa beint samband við okkur í gegnum tölvupóst eða síma. Og svo minnum við á að umsóknarfresturinn, hann til 15. apríl og við hvetjum ykkur öll sem áhuga hafi á þessu námi að sækja en það virkilega spennandi pakka að ræða. Og bara að gera að frekar að sækja heldur en að hika því að hér einstakt tækifæri í boði.